Já, Rúnar, það 3-0 niðurstaða. Hver bara svona fyrstu viðbrögð? Bara frábær sigur og frábært svar við lélegum leik okkar í Vestmannaeyjum og menn lögðu þessu mikla vinnu, mikla baráttu og það þurfti svo sannarlega til gegn Breiðku og bara mjög góðu liði Aftureldingar því að þeir þrýstu okkur hér oft í baki fyrrhálfleik þó við erum stöðum 2-0 í hálfleik þá svona það er ekki alveg ekki að rétta mynd en jú, við höfum alveg getað skorað fleiri en við björgum líka oft mjög vel og Viktor var frábær í markinu og hérna tók það sem að vörnin náði ekki taka. Og hver var bara svona grunnurinn að þessum góða sigri? Já, menn þorðu bara að spila fótbolta, við fórum í hápressu, spilum dálítið maður og mann á móti þeim og vildum reyna að stela boltanum að þeim hátt á vellinu því að þeir svona eru duglegir að spila út af vörn og vilja það og við náðum að svona kannski aðeins að hrista upp í þeim og hræða þá með því að stela boltanum af þeim nokkur sinnum og þá verður svona meira öryggi í þeirra leik, óöryggi og hérna við svona nýtum líka bara, Magnús Ingi fær dauðafæri hérna 1 mínútu eftir að við stelum boltan. Svo eigum við ykkur fleiri færi og þeim heilega getur skorað fleiri í fyrri hálfleik en eins og ég segi, þeir áttu líka sín færi og Viktor var frábær í marki og vörnin var að verjast skotum þeirra úr miðjum vítateig ofta til mjög vel í fyrri hálfleik. Er þetta kannski svona besti leikurinn ykkar í sumar til þessa? Svona heilt yfir í 90 mínútur og þá erum við nokkuð solid fannst mér seinni hálfleikur náttúrulega erum við meira að verjast en við eigum fín upplaup og gerum eitt mark sem að eyðileggur dreipur leikinn hefur fæ orðað þannig svona heilt yfir 90 mínútur kannski það besta, já. Og svona styttist í gluggalok, sérðu fram á að bæta ykkur við fyrir gluggalokinn annað kvöld? Nei, við erum bara að leita markmanni og til að bæta í leikmannahópinn okkar og til að hafa fleiri markmenn á æfingu. Við erum bara með 2 eins og staðanir og annar í öðrum flokk og hann þarf að spila leiki þar og við þurfum að geta æft með 2 markmenn þannig að við þurfum að fá einni viðbót inn í teymið og við erum bara að leita að logandi ljósi af einhverju möguleiki því. Er þið komið eitthvað nöfn á blað? Já, við erum búin að fullt af nöfnum á blað, búin að hringja í marga og tjekka á mörgum en því miður þá eru svona flest allir markmenn bara fastir einhvers staðar og menn eru náttúrulega ekki tilbúin að lána menn og sérstaklega þegar það er ekki mörg lið sem eiga 3 markmenn sem getur mist einn þannig að við erum í smá svona neyð núna, höfum sólarhring rúman í viðbót til að reyna að bjarga okkur og við sjáum hvað setur. Meira svo sem frá mér. Takk hérlega. Takk.